Ég heiti Viðar og ég kenni eðlisfræði í Flensborg. Hérna ætla ég að sýna þér hvernig orku varðveisla virkar. Orka, hún getur hvorki myndast nýja eyðst ef engir utanaðkomandi kraftar verka. Við skulum setja pendúl á stað. Hann mun sveiflast til eilíðar ef engin loftmótstaða eða núningur verkar. Í neðstu stöðu þá er pendúllinn með alla sína orku fólgna í skriðorku og formúla skriðorku er hálfur sinnum massinn sinnum hraðinn í öðru veldi. En þegar hann er komin út í kantinn þá er í endapunktanum öll orkan hans fólgin í stöðuorkunni, U. Skrifum það hér, U í endapunktinum er sem sagt massi sinnum þyngdarhröðun sinnum hæðin sem hann getur dottið hæðin sem hann getur fallið niður á leiðinni í sveiflunni. Og hvar sem er í sveiflunni þá er samanlögð stöðuorka og skriðorka alltaf jafn mikil. Þetta gefur okkur þennan hérna fallega munaramma að fyrri skriðorka plús fyrri stöðuorka er jafn mikið eins og seinni skriðorka plús seinni stöðuorka. Við skulum skoða hann hérna 1,2 kg blómapott sem að fellur af gluggasillunni úr 12,5 metra hæð og lendir á höfði 180 cm manns. Við eigum að reikna skriðorkuna og það þýðir að við þurfum að ná hérna í þessa flottum munaramma. Í fyrsta lagi það að fyrri skriðorka plús fyrri stöðuorka er jafnt og seinni skriðorka plús seinni stöðuorka. Og stöðuorkan er gefin og við eigum að finna þessa hérna skriðorku. En að því að blómapotturinn var kjurr þegar hann lagði af stað á þessar gluggasellu þá getum við sagt að upphaflega skriðorkan var 0. Og ef við ætlum að einangra K2 þá bara drögum við U2 frá báðum megin og finnum út að fyrri stöðuorka mínus seinni stöðuorka er sama sem seinni skriðorka. Við setjum núna inn í formúluna, kannski bara skrifum hana líka, að stöðuorka er sama sem massi sinnum þyngdarhröðun sinnum hæð. Og massin 1,2 og þyngdarhröðun, skulum gera ráð fyrir þetta sé á Íslandi, 9,82. Fyrri hæðin hans er 12,5 metrar og mínus blómapotturinn þegar hann lendir á höfði mannsins er 1,2 kg eða þá þyngdarhröðun er 9,82 og hæðin við þurfum að breyta 180 cm í 1,8 metra og útkoman úr þessu er 126 joule. Næst eigum við að finna hver er hraðinn og hraði blómpottsins þegar hann lendir á höfðinu. Já, hann getur við náttúrulega reiknað með skriðorkuformúlunni K sama sem hálfur sinnum massinn sinnum hraðinn í öðru veldi. Það þýðir, nú vitum við að skriðorkan er 126 joule, svo það getur við sett í staði fyrir K. Hálfur, við vitum massan 1,2 en við erum að leita að hraðanum. Hann er hérna í öðru veldi. Ef við byrjum á því að margfalda báðar hliðarna með 2 þá erum við nefnilega laus við hálfan hérna á hægri kanti. Svo getum við líka deilt hérna með 1,2 báðum megin og það þýðir að við erum komin með jöfnu fyrir hraðan í öðru veldi, já, ég ætla bara að setja hérna blaðsíðuna, að hraðinn í öðru veldi er þá sama sem 2 sinnum 126 deilt með 1,2. Jæja, hvernig getum við losnað við annað veldið?
Það gerum við með því að taka kvadratrót báðum megin. Kvadratrót af öðru veldi, það eyðir öðru veldinu og kvadratrót af hægri hliðinni er hér og ég er búinn að reikna út að þetta muni vera 14,5 metrar á sekúndu. Nú skulum við kíkja á rússíbanann sem að leggur af stað héðan úr 75 metra hæð og við eigum að reikna stöðuorkuna þegar hraðinn er orðinn 15 metrar. Og sjaldan er góður munarammi of oft skrifaður. Svo hérna ætla ég að skrifa að skriðorka fyrri pluss fyrri stöðuorka er jafnt og seinni skriðorka pluss seinni stöðuorka. Við eigum að einangra núna stöðuorkuna U2 hér og það þýðir, ef við erum búin að gera okkur grein fyrir því að rússíbani lagði á stað úr kyrrstöðu, þannig að fyrri skriðorkan er 0, að þá getum við séð að seinni stöðuorkan, nú bara drögum við seinni skriðorkana frá báðum megin og fáum út seinni stöðuorkuna. Nú við munum að stöðuorka, hún er reiknuð með formúlunni hérna U sama sem M sinum G sinum H og það þýðir að U1 er massin 89 kíló sinnum þyngdarhröðunin 9,82, gerir ráð fyrir þetta sé á Íslandi, sinnum hæðin sem að laða stað úr 75 og svo drögum við frá skriðorkuna hálfur sinnum massin 89 sinnum hraðin í öðru veldi, það er 15 í öðru veldi og þetta er ég búinn að reikna út að sé 55.536 joule. Og þetta er svo sem kjánalega margir stafir þannig að það væri kannski bara sniðugt að segja hérna að þetta veri svona það bil 56 kilojoule. En við áttum líka að finna hraðan hans. Nei, við áttum að finna hæðina, já, hérna er hún. Við áttum að finna hæðina þegar hraðin er 15. Og þá skulum við bara rifja aftur upp að skriðorka er sama sem hálfur sinnum massin sinnum hraðin í öðru veldi. Við áttum að finna hæðina, já. Það þýðir að við þurfum að nota stöðuorkuformúluna M sinum G sinum H, hérna. Já, hún var meira sér þarna áðan. Við vitum að stöðuorkan er 55.536 og að massin á rússíbananum 89, þyngdarhröðunin 9,82 og hæðin er óþekkt. Við ættum að finna hæðina. Hvernig getum við einangra hæðina? Það er með því að deila báðum megin með 89 og deila líka báðum megin með 9,82, svona, þá er hægri hliðin inniheldur hún bara hæðina H. 89 farið, 982 farið og eftir stendur að hæðin er þessi hérna 55.536 deilt með 89 og deilt líka með 9,82 svo þetta er 63,5 metrar. Já, hún er svo sem ekki lækka mikið. Það er hins vegar hægt og langar að sýna þið það að finna þessa hæð með því að nota formúluna sko K1 pluss U1 sama sem K2 pluss U2. Setjum inn í þetta að K-ið er 0 til að byrja með, 0 hérna, og fyrri stöðuorkan, hún er M sinum G sinum H, já, segjum bara stóra H, því það er svona það fyrra,
og ef við drögum nú frá báðum megin skriðorkuna sem við vitum er hálfur sinnum m sinnum vaff í öðru og þá á þetta að vera jafnt og seinni stöðuorkan sem er m sinnum g og ég ætla að kalla þá litla h og nú sérðu að h-ið einangrast ef ég deili báðum megin með mg. Það er svolítið sniðugt hérna, deila bara með mg báðum megin og það þýðir að ég er búinn að eyða eða stytta út m og g hægra megin og eftir situr að h-ið er sama sem stóra h-ið er hérna, það er orðið 1 eftir þar að þegar hitt var stytt út og hérna kemur m-ið styttist hérna út og tvisturinn er undir strikið, það er deila með tveimur saman margfalda með hálfum og hérna höfum við að g hafði ekki styst út og vaffið í öðru veldi er ennþá þarna og fyrri hæðin 75 mínus hraðin í öðru veldi 15 í öðru deilt með tvisvarsinnum þyngdarhröðinni 9,82 þetta verður hæðin og það kemur ekkert óvart að útkoman á þessu er líka 63,5 metrar. Nú kanntu nógu mikið til að reikna æfingadæmin hér til hliðar og 2 af þeim koma lítið breytt á næsta örprófi. Gangið er vel.